Komið sæl, gleðileg jól og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Þemað í dag, jóladag, fæðing Jesú, orðið varð hold. Lexían segir líð Guðs vera heilagan. Pistillinn segir að vegna Jesú séum við endurfædd. Og Guðspjallið segir, hið sanna ljós kom í heiminn, en heimurinn tók ekki við honum. Ég mun lesa ritningalestrana, en við skulum byrja þessa stund eins og áður á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Lexían úr Jesaja 62. kafla og hljóðar þannig. Gangið út, já gangið út hliðin, greiðið götu þjóðarinnar. Leggið braut, ryðjið grjótinu burt, reisið merki fyrir þjóðirnar. Sjá, Drottinn hefur kunngjört allt til endimarka jarðar. Segið dótturinni Síón, sjá, hjálpræði þitt kemur, sjá, sigur laun hans fylgja honum og fengur hans fer fyrir honum. Þeir verða nefndir, heilagur líður, hinir endurleistu Drottins. Og pistillinn sem úr Títusarbréfi 3. kafla hljóðar þannig. En gæska Guðs frelsar oss, birtist og elska hans til mannana, þá frelsaði hann okkur ekki vegna réttlætisverkana sem við höfum unnið, heldur frelsaði hann okkur af miskunn sinni. Það gerði hann í þeirri laug endurfæðingar og endurnýjunar heilags anda, sem hann lét ríkulega yfir okkur streyma fyrir sakir Jesú Krists, frelsara vors. Þannig erum við réttlætt fyrir náð hans og urðum í voninni erfingjar eilífs lífs. Og Guðspjallið úr 1. kafla Jóhannesar Guðspjalls og hljóðar þannig. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allt var til fyrir hann. Án hans varð ekki neitt sem til . Í honum var líf og lífið var ljós mannana. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Maður kom fram sendur af Guði, hann hét Jóhannes, hann kom til vitnisburðar til að vitna ljósið og vekja alla til trúar á það. Ekki var hann ljósið, hann kom til þess að vitna ljósið. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðinn til fyrir hann, en heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigið fólk tók ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til þess að verða Guðs börn, þeim sem trúa á nafn hans. Þau urðu ekki til á náttúrulegan hátt né af vilja manns, heldur eru þau af Guði fædd. Og orðið varð hold, hann bjó með oss, fullur náðar og sannleika, og vér sáum dýrð hans. Dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þema dagsins fæðing Jesú, orðið varð hold. Jesaja sagði, gangið út og greiðið götu þjóðarinnar, því að hjálpræði þitt kemur og sigurlaunin fylgja honum. Fæðing Jesú breytti eða endurbætti áætlun Guðs frelsun manna og allt Nýja testamentið boðar með einum eða öðrum hætti ríki Guðs. Sigurlaunin sem frelsarinn færir okkur eilíft líf í ríki hans, því að þeir sem trúa á Jesú verða endurleystir frá synd og fá aðgang að borginni helgu sem verður aldrei yfirgefin. Spámenn Gamla testamentisins voru óþreytandi að boða komu frelsarans. Harður og hvass boðskapur þeirra
Nauðsyn þess að snúa við lífstílnum og taka til í hjartanu gerði þá ekki vinsæla meðal almennings og boðskapur Nýja testamentisins í raun og veru sá sami. Að vísu hann boðaður á kærleiksríkari hátt. En niðurstaðan sú sama. Við þurfum að taka til í hjartanu og búa okkur undir að frelsarinn komi aftur. Guðspjallið sagði maður kom fram sendur af Guði. Hann kom til vitnisburðar að vitna ljósið og vekja alla til trúar á það. Þetta boðskapur jólanna. Á hverju ári erum við ekki aðeins minnt á að konungur alheimsins fæddist í fátæklegu fjárhúsi hér á jörðu, heldur einnig að fæðing hans var uppfylling á spádómi sem var hrópaður út á götu af spámönnum Guðs fyrir 1000 ára. Og spádómurinn rættist. Hið sanna ljós kom í heiminn. Í 100 ára var koma frelsarans boðuð, en þegar hann kom, eins og Guðspjallið sagði, þá þekkti heimurinn hann ekki. Hann kom sem lítið og ósjálfbjarga barn. Fáir vissu af komu hans og þess vegna voru það fáir sem fögnuðu honum. Hinn útvalda þjóð þekkti hann ekki og jólaguðspjallið segir okkur að vitringarnir sem færðu honum gjafir voru útlendingar. Okkur sagt að Jesús kom ekki til að dæma heiminn, heldur til þess að frelsa hann og öllum þeim sem að taka við honum gefur hann rétt til þess að vera Guðs börn, þeim sem trúa á nafn hans. Merkingin á bakvið það að trúa á nafn einhvers að trúa því hver hann Við fengum rétt til þess að vera Guðs börn, en við verðum það ekki sjálfkrafa. Jesús sagði sjálfur, sá sem ekki með mér á móti mér. Sá sem safnar ekki saman með mér, sundur dreifir. Kannski þetta jafn harður boðskapur og hjá spámönnum Gamla testamentisins. En það þetta að verða að taka afstöðu og afstæðan skiptir máli því að Guð frelsar okkur ekki vegna réttlætisverkana, heldur frelsar hann okkur af miskunn sinni. Við erum frelsuð af náð fyrir trú. Fólk getur talað veður, færð og stjórnmál við alla, en Guð sjaldnar til umræðu þegar fólk hittist á förnum vegi. Kannski hefur þetta alltaf verið svona og kannski það ástæða þess að Guð setti það í hjörtu spámanna að hrópa boðskapinn út á götu, svo að almenningur misti ekki af orði Guðs. Spámennirnir voru útvarp þess tíma og allt til okkar tíma hafa menn þurft að finna ákjósanlegasta farveginn til að flytja boðskapinn áfram af lifandi krafti til að vekja alla til trúar á ljósið sem kom í heiminn á jólanótt. Og nú eru enn einu sinni komin jól. Við förum í kirkju, fáum boðskapinn beint í æð og fögnum hátíð ljóss og friðar. Aðventan liðin og allur undirbúningur jólanna yfir staðinn. Úti myrkur, en inni fyllum við hvern krók og kima af hátíðleik með öllum jólaljósunum. Guðspjallatextinn sagði, hið sanna ljós kom í heiminn og þetta sanna ljós lýsir í sálinni. Jesús ljósið sem skín í myrkrinu og hrekur það burt. Jólin eru tími gleði og friðar, tími minninga, tími söknuðar vegna þeirra sem hafa kvatt og farið á undan okkur og tími hefða. Við sendum kveðjur til vina og kunningja, njótum samvista með okkar nánustu, borðum góðan mat og gefum gjafir. Gjafir spila stórt hlutverk á jólum, en minnumst þess að nóttina sem að Jesús fæddist, fékk allur heimurinn gjöf frá Guði.
Við fengum öll sömu gjöfina, Jesúbarnið í jötunni. Guð gaf sína dýrmætustu gjöf, gjöf sem ekki hægt að pakka inn og aðeins hægt að taka við með því að opna hjartað fyrir boðskapnum. En þegar við höfum tekið við þessari dýrmætu gjöf, hefur náð Guðs frelsa okkur. Við erum endurfædd sem börn hans og leið höfum við gefið Guði þá gjöf sem hann hefur þráð heitast. Við höfum gefið honum okkur sjálf. Þema í dag fæðing Jesú, orðið varð hold. Orðið varð hold, sagði Guðspjallið. Orðið, það loforð Guðs, sem spámenn Guðs höfðu áður flutt, voru endurflutt mannkyninu af munni Jesú. Jesús orð Guðs, holdi klætt. Og ef við tökum á móti orði Guðs, þar að segja þessum boðskap, og trúum því að Jesús sé sonur Guðs, þá höfum við tekið á móti Guði. Því að Jesús sagði, hver sem tekur við mér, tekur ekki aðeins við mér, heldur og við þeim sem sendi mig. Svo að allur boðskapur Biblíunnar vísar til Guðs og jólin minn okkur á að Guð sendi son sinn í heiminn til þess að frelsa okkur. Og það skipti miklu máli fyrir okkur að velja hverjum við tilheyrum, því að Jesús ljós eilífs lífs sem vísar leiðina í ríki Guðs. Í spádómi Jesaja fæðingu Jesú notar Jesaja þessar andstæður, ljós og myrkur, hann skrifar, sú þjóð sem í myrkri gengur sér mikið ljós. Því barn oss fætt, sonur oss gefinn, á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla. Hann skal nefndur undraráðgjafi, Guð hetja, eilífðar faðir, friðar höfðingi. Allir þessi titlar skrifaðir með stórum staf, því að engin annar en Jesús getur gegnt þessum embættum. Jesús sonur Guðs og í gegnum hann eignumst við þá gjöf að verða systkini Jesú og leið börn Guðs. Getum við nógsamlega þakka Guði fyrir þessa gjöf. Jesús Kristur hið sanna ljós sem hann lýsir öllum þjóðum. Og ég bið þess að birta þess ljóminn í hjörtu okkar að huga, svo að í okkur verði ljós af hans ljósi, til að lýsa upp myrkur þessa heims. Og ég bið einnig að friður Guðs sem æðri öllum skilningi, megi varðveita hjörtu okkar, alla daga, allt til enda veraldar. Drottinn blessi þig og varðveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen. Megir þú eiga gleðilega jólahátíð.